Sæl og blessuð. Ég er staddur í Rakagarði. Nú stendur mikið til. 8. ágúst næstkomandi verður haldið upp á stórafmæli Rakagarðs. Í tilefni þessu fór ég hingað í garðinn og hitt hana Vilborgu, hana Boggu okkar, og tók hann í smá spjall. Gjörðu svo vel. Jæja, þá komum við á stóru stundinni. Það nú á Rakagarði 10 ára afmæli en eins og flestir vita þá er Rakagarður, þetta er áhugamannafélag sem er að byggja upp þennan garð og það er búið að taka 11 ár í að framkvæma þetta saman og núna ætlum við að halda upp á 10 ára afmælið hjá Rakagarði 8. ágúst og það verður heljarinnar fjör hérna í garðinum og ástæðan fyrir við ætlum að halda svona stór góða veislu er að garðurinn hefur verið í uppbyggingu í 11 ár og við ætlum að halda upp á það að nú er svona formlegum framkvæmdum að ljúka og svo að sjálfsögðu að halda upp á 10 ára afmælið. Þannig að þetta er heilmikill viðburður og við ætlum líka að opna nýtt svæði því að nú eru svæðin orðin 2 því að annars vegar er leikjasvæði sem flesti þekkja og nú erum við að gera útivistarsvæði sem að þarna er bátur og bátasvið og væri tjörn og listaverk og fleira og svona skemmtilegt svæði til þess að bara njóta og vera og skemmtilegt að skoða. Þannig að það svæði verður tekið í nokkun sérstaklega núna á afmælinu. En það verður heilmikil dagskrá. Við ætlum til dæmis að vera með leiki fyrir krakka morguninn á leikjasvæðinu og það er svona ýmsir leiki fyrir alla aldurshópa og hvetjum við alla krakka að koma og taka þátt og síðan klukkan eða í hádeginu þá getur fólk komið bara með verið með sitt nesti og borða hér í garðinu eða ef einhverju vilja nenna því ekki þá er hægt að fara á Ömmu Habbi og það er matseðill fyrir börn meðal annars, einhverju barnasamlokur. Það er líka matseðill upp á Melrakkarsveitar tilefni dagsins fyrir börn og fullorðna og eins er í kaupfélaginu, þar verður líka boðið upp á pizzu og eitthvað fleira krakkamatseðil ásamt þeim matseðil sem er fyrir fullorðna. En hátíðardagskrán byrjar klukkan 1 og þá séra Magnús ætlar að blessa garðinn, allan garðinn og síðan ætlar verður afhjúpuð listaverkin hennar Gerðar Gunnarsdóttur sem hún gaf garðinum og það verður smá minningastund líka horfna vini Rakagarðs og síðan Gunni Helga og Jói gefa stundin okkar þeir ætla að koma og sprella fyrir krakkana upp á sviði og síðan kemur verður líka Einar Mikael töframaður og svo ætlar Benni Sig að hann samdi lag og texta Rakagarð og það verður frumflutt í hátíðardagskráni og svo heldur bara fjörið áfram. Eggert ætlar og Missil ætlar að spila lag sem þau sömdu Rakagarð inn Súðavík og Gummi Hjalta ætlar að taka lagið fyrir og spila nokkra söngva svona fyrir krakkana og það verður bara fjör fyrir alla fjölskylduna. Þetta er bara stór barnahátíð sem enginn á að láta framhjá sig fara og ég hvet alla þessa styrktaraðila, þetta er orðið yfir 120 styrktaraðila þessum garði, ég hvet alla alveg eindregið til að koma og fagna með okkur þessum áfanga. Þetta verður stór og fallegur dagur, það er alveg vissum og eiginlega bara afmæli aldarinnar í Súðavík held ég. Það verður stórkostlegt, bara allir að mæta á. Það er frítt á tjaldstæðinu fyrir 16 ára yngri. Hér er frábært tjaldstæði þeir sem koma langt að og jafnvel þeir sem koma frá öðrum sveitarfélögum í kring geta komið bara á tjaldið með sína fjölskyldu. Og svo náttúrulega verð ég að minnast á það líka, þeir sem koma langt að, það er bláberjadaga líka, það er á 50. og 1. og það er hægt að finna dagskrána inn á vefnum hjá Súðavík. Og síðan er varðeldur kvöldið þegar dagskrá lýkur í Rakagarði og dansleikur og eitthvað á sunnudeginum líka. Þannig að
Ég bara hvet alla Vestfirðinga og bara landsmenn alla þeir sem að koma og bara allir eru hjartanlega velkomnir og endilega komið og fagnið með okkur. Ekki á hausinn.